Guðspjallið skrifar guðspjallamaðurinn Matthías. Og dýrði fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags ritað í Matthíusar guðspjalli, 25. kafla og það vers 14 til 30. Svo himnaríkið sem mann ætlað úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi, sá sem fékk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá 2 fékk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fékk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá með 5 talenturnar gekk þá fram, færði honum aðrar 5 og sagði: Herra, 5 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann: Gott, þú góðu og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakk inn í fögnuð herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti: Herra, 2 talentur seldir þú mér í hendur, hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann: Gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakk inn í fögnuð herra þíns. Loks kom sá fékk 1 talentu og sagði: Herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentið þína í jörð, hér hefur þitt. Og húsbóndi hans sagði við hann: Illi og lati þjónn, þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safnað þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka, þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talenturnar, því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnistran tanna. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Í fyrir ritningarlestrinum okkar, þá heyrðum við úr 5. Mósebók. Og það talað þetta fólk náttúrulega á leiðangri, gegnum eyðimörkina, hefur upplifað hvernig Guð með þeim og bæir hættum í frá og svo framvegis. Og núna koma þeir inn í þetta nýja land sem að Guð hefur lofað þeim fyrir löngu síðan að gefa þeim til eignar, og þeir finna hvernig þeir komast inn og komast á sinn stað og allt gengur eftir og síðan tekur daglega lífið við. Og þá minnir Guð á þegar daglega lífið tekur við og þeir byrjið að búa í landinu, byrjið að plæja akrana ykkar og uppskera og allt einhvern veginn verður venjulegt. Þá megið ekki gleyma drottni sem hefur gefið ykkur allt þetta. Það frá honum sem þetta komið. Við veit að svona eins og í úrdrátturinn í Íslendingasögunum, maður veit þegar maður heyrir þetta, það einmitt það sem á eftir að gerast. Þeir gleyma því leið. Og það líka það sem gerist. Og síðan saga Biblíunnar eiginlega þetta víxl milli þess að gleyma og vera myndur aftur á. Til þess að segja svona rólega, má segja. Eins það í lestrinum á Nýja testamentinu og þá erum við mynd á verk okkar og að gera það sem rétt. Og síðan komum við að lokum að Guðspjalli dagsins og hér dæmisaga sem Jesús segir, og kannski hafið þið heyrt þessa dæmisugu það oft að þið kunna hana vel, lesið hana sjálf og í meira en einni útgáfu, því hún í hinum Guðspjallanum líka. Og þetta verður svona hlutur, maður búin að heyra það oft, að maður gleymir því hvað þetta eiginlega svona furðuleg saga. Og maður tekur kannski ekki alltaf eftir smáatriðunum, hvað þau eru svakaleg. Til dæmis, þetta ríkur maður sem að safnar þjónunum sínum. Það eru 3 þjónar sem hann með. Og hann gefur þeim öllum fé. Hann hefur kannski selt eignir sínar og gefur þeim peningana. Hann gefur þeim, sá sem fær minnst, fær 1 talentu. 1 talent það bil 30 kíló. 30 kíló af hverju? Af gulli eða silfri. Hugsið ykkur að yfirmaðurinn í vinnu myndi koma með 30 kíló af silfri og segja: Ég að fara úr landi, geturðu passað upp á þetta?
að fá eina talentu ekki eitthvað lítið. Það svakalega mikið. Allir fá ótrúlega mikið og öllum sagt að fjárfesta það. Og sumir heyra þetta og hugsa svona að þetta kannski óréttlátt. Einn fær 5, annar fær 2 og einn fær 1. En hvernig myndi þetta vera með fjárfesta í dag? Hann dreifir eignum sínum í mismunandi sjóði. Sjóðinni fari ekki að fárast yfir því hvað annar sjóður fær. Ég fekk bara 100 milljónir, hann fekk 200. Það ekki þannig sem menn hugsa. Þetta mikið fé sem þarf að passa upp á og þarf að ávaxta og sjá til þess að ráða því eins og eigandinn hefur ætlað. Nú fyrstu 2 þjónarnir, þeir eru í rauninni alveg eins. Þeir eru báðir traustsins verðir. Leið og þeir fá þessar talentur í hendurnar, þá byrja þeir að ávaxta þær, fjárfesta þeim og nýta þær í eitthvað sem er nauðsynlegt og þeir tvöfalda báðir fjárfestinguna. Þeir gera nákvæmlega það sama, þeir hegða sér eins og þeir segja það sama við húsbónda sinn þegar hann kemur. Síðan fá þeir líka sama svarið. Hann segir við að báða, gott þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið muni setja þig, gakk inn í fögnuð herra þíns. Þetta nákvæmlega sama sagan. Þannig að þetta í rauninni bara 2 tegundir þjóna. Það annars vegar þjónarnir sem ávaxta féð og hins vegar þessi 3. þjónn sem hugsa svolítið öðruvísi. Og húsbóndinn segir að hann sé illur og latur og svona það kannski þetta að vera latur sem maður hugsar leið. Hann nefndi ekki að sjá almennilega starfið sitt. En það auðvitað rétt, en jafnvel það er það sem húsbóndinn líka bendir á. Jafnvel þótt hann hefði verið latur, þá hefði hann getað farið með peningana og lagt það í banka og sem bara sótt á þegar hann kom. Það ekki einu sinni meiri vinna, þetta hann að grafa einhverja hólu einhvers staðar til þess að koma peningunum fyrir ofan í hólu. Það líka puð. Þannig að hann, jafnvel þótt hann hefði verið latur, þá hefði hann gert það sem hann átti að gera. Þannig að krafa húsbóndans ekki einu sinni það að hann þurfa að vera iðinn. Eða hann þurfti að heppnast eitthvað rosalega vel í þessu starfi. Það ekki vandamálið. Ég held að raunverulega vandamálið komi fram í því hvernig þjónninn svarar húsbónda sínum þegar hann kemur. Og hann segir við þennan mann, Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og ég fól talentin í jörð, hér hefur þitt. Þetta maður sem bæði hræðist og í raun og veru, ef maður á að líta á þetta eins og það hann fyrirlítur húsbónda sinn. Hann lítur niður á hann. Hver eiginlega þessi húsbóndi? Þetta svona hugsunarháttur. Og það ástæðan fyrir að hann kærir sig kollóttan. Hún með skít sama um það sem hann hefur fengið sem hlutverk. Hann ávaxtar ekki peningin, en hann eyðir honum ekki einu sinni. Hann sólundur honum ekki neitt. Hann bara hendur honum í ruslahaug eða grefur hann í jörðu og lætur sem ekkert sé. Hann skiptir ekkert að þessu. Hann hefði hann hefur ekki einu sinni fyrir því að fara hendur sér í sjóinn eða eitthvað, þannig að hann getur ekki fundið það aftur. Hann setur það bara á stað þar sem hann getur gleymt því og síðan þetta náði það aftur seinna. Honum of mikið sama til að gera eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi þjónn, hann hefur engan skilning á þeirri ábyrgð sem húsbóndi hans hefur falið honum. Og það vegna þess að hann hefur engan skilning á húsbónda sínum. Og þess vegna sem hann gæti ekki verið meiri sama. Það sem fordæmir þennan mann og gerir það honum refsa eins og honum sem sagt ekki það að ávextirnir á starfi hans séu svo litlir. Heldur það að hann fyrirlítur gjöfina og gjafaran. Þannig að þessi saga hún á augljóslega tengingu við lífið okkar, við okkar daglega líf. Ef til vill kannski meir en eina tengingu. Fyrst af öllu þá getum við litið á þessa talentu sem tákn fyrir gjöf trúarinnar í lífi okkar. Allir þeir sem trúa á Krist hafa fengið trúna sem gjöf frá Kristi. Og rétt eins og þessar talentur voru mismunandi
og mismiklar, þá trúin líka þannig í lífi okkar. Fyrir sumum virðist að vera þannig að trúin alltaf auðveld, kemur alltaf að sjálfri sér, kemur með gleði og kærleika í fullu mæli. Slíkir einstaklingar eru alltaf að tala það hvað Jesús yndislegur og hvað hann að gera í lífið þeirra. Þú hittir þau kannski eftir svolítið tíma, já, ég þarf að segja hvað Jesús var að gera í lífið mínu. Þeir ganga syngjandi lofsöngva, þú heyrir áður og sérð þá. Segja frá trúðu sinni þegar þeir hitta vantrúa vini eða samstarfsmenn eða jafnvel bara ókunnugt fólk út á götu. Þegar lífið erfitt finna þeir strax gleði og hamingju í trúnni sinni. Þessir einstaklingar sem fengið hafa talenturnar 5, þeir græða strax aðrar 5 og gleðjast yfir því að sjá vini sína og vandamenn komast til trúar og verða hluti af sama ríki. Á hinum enda skalans ekki maðurinn sem fekk 1 talentu heldur en sá sem fekk 2. Þeir sem fengu 2 talentar, þeir eiga erfiðara með trú sína. Þeir þurfa oftar en ekki að berjast í bökkunum við efasemdir eða kannski syndir sem koma aftur og aftur og gera vartvísi í lífinu. Fyrir þeim trúin sjaldan auðveld. Bænin og biblíulesturinn eru stöðug barátta og þrátt fyrir að það alltaf verið að gera eitthvað átak í trúnni og að tala saman hvernig maður eigi að geta gert þetta allt saman. Og þegar lífið verður erfitt þá erfiðast bara trúin að sama skapi. Og maður finnur kannski ekki alltaf styrkinn þar. Suma daga hafa þessir einstaklingar varla orku til þess að biðja einustu bæn, nema kannski mestalegi að signa sig og segja Drottinn ver mér syndugum náðugur. En þetta eru þó þeir sem hafa fengið talenturnar 2 og furða sig þeir munu furða sig þegar þeir komast að því að þeir hafa grætt aðrar 2. Eins og þeim líður ekki eins og þannig sé lífið. Þeir hafa fengið 2 og einhvern veginn þótt ótrúlega séð grætt aðrar 2. Kannski hefur þjáning þeirra veitt meðbræðrum og systrum styrk í þeirra erfiðleikum. Og þegar þeir gerir sér kannski ekki grein fyrir því hafa trúsystkini þá kannski haldið trú þrátt fyrir þeirra eigin erfiðleika. Þetta eru bara myndir af 2 mismunandi kristnum einstaklingum sem hafa fengið mismunandi trú. Því trú okkar mismunandi og missterk, en það þýðir ekki að hún sé ekki jafn mikið Guðs gjöf. Páll skrifar þetta í 12. kafla Rómverjabréfsins í 3. versi og segir: Fyrir þá náð sem mér gefin, segi ég hverjum að einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur úthlutað honum. Hvort sem við upplifum trú okkar sem talenturnar 5, sem náttúrulega og auðvelda, eða okkur gefin trú sem við þurfum alltaf að berjast fyrir, eins og talenturnar 2, þá kallar Drottinn okkur til þess að leggja rækt við þá trú sem hann hefur gefið, svo að hún ávaxtist. Og það gerum við meðal annars þegar við komum saman í nafni Drottins, til dæmis hér, í dag í guðþjónustu, eða þegar við komum saman kvöldin til þess að lesa saman í biblíunni og spjalla saman, eða bara vera bræður og systur í trúnni og styrkja hvert annað. En síðan má lesa talentina líka með öðrum hætti sem kannski meira venjulegt að gera, að tala talentina sem þá persónulegu köllun sem Guð hefur gefið okkur í aðstæðum sem við erum í hverju sinni. Okkur öllum gefið samband við aðra manneskjur sem við eigum að rækta. Og hluti af þeirri rækt að sjá til þess að við skiljum hlutverkið sem við erum í út frá ritningunni. Það gerði 3. þjónninn í dæmisögunni ekki þegar hann gróf talentu sín í jörð. Hvaða hlutverk hefur Guð gefið þér sem verðmætara en talenta gulls og silfur? Hann hefur kallað þig til að vera barn foreldraðina og jafnvel gefið þér 4. boðorðið. Hvernig áttu að ávaxta þessa talentu í samræmi við aldur þinn og stöðu í lífinu? Þarftu að sýna þeim hlýðni? Þarftu aðstoða í ellinni? Hvað þarftu að gera til þess að ávaxta þá talentu?
Eða Guð hefur gefið þér bræður og systur sem kannski eru erfið að fara sína eigin leið. Hvernig áttu að ávaxta þá talentur sem Guð hefur gefið þér þar? Ekki það eins í öllum tilvikum. En hvernig sem því háttað köllunin svo að ávaxta talentuna sem Guð hefur gefið. Og svona mætti lengi telja, og sumir gera þetta smá orðaleik og tengja orðið talenta, sem þýðir sem sagt mælir gulls, við enska orðið talent, eða hæfileiki. Það sennilega kannski of langt gengið, en engu síður það rétt að Guð hefur gefið okkur mismunandi hæfileika sem við getum nýtt, ekki bara til að þjóna okkur sjálfum heldur náunganum. Kannski einfaldast að koma þannig að orði. Við höfum öll möguleika að vera náunganum til góðs. Guð hefur gefið okkur gjafir til þess og Guð kallar okkur til þess. Sem sagt, dæmisagan sagði okkur frá 3 þjónum, en það voru eiginlega bara 2 konar. Annar tekur við því sem að herra hans hefur falið honum og ávaxtar það, vegna þess að hann elskar og virðir herra sinn, en 3. þjónninn kærir sig kollóttan og fer sína eigin leið. 4. þjónninn sá sem ávaxtar, herran tekur við honum og hleypir honum inn í dýrð sína, en síðari þjónninn sem kærir sig kollóttan, hann skammaður og sendur burt. Það rétt að þjónarnir fengu mismikið, og að sama skapi hefur Guð gefið okkur mismunandi trú eða trú í mismunandi mæli. En hvert okkar á að halda sig við þann mæli trúar sem Guð hefur gefið. Og ef við gerum það, getur hann komið okkur að óvart, varðandi það hvernig trúin síðan ávaxtast. Að lokum hefur Guð gefið okkur aðrar gjafir, bæði náunga okkar til þess að þjóna og hæfileika eða aðrar auðlindir til að þjóna með. Einnig á þessu svæði kallar Guð okkur til þess að ávaxta það sem að hann hefur fengið okkur. Það sagan um þessar 2 tegundir þjóna. Allir hafa fengið sína talentu, hún mikils virði, eins og talenta gulls. Það næstu ekki hægt að ímynda sér hvað 30 kíló gull eru mikils virði. Hann hefur gefið okkur að sama skapi og við eigum að ávaxta það sem við höfum fengið. Dýrð sé Guði föður sinn og heilugum anda, svo sem var í upphafi, enn og verða mun aldir alda. Amen. Við skulum rísa úr sætum og játa okkar heilugu trú.